Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, sjónvarps Víkurfrétta. Eins og svo oft áður hittum við fyrir skemmtilegt fólk, en það eru svo margir Suðurnesjamenn að gera flotta hluti. Söng- og tónlist systkinin úr Sandgerði fagna tímamótum og við hittum þau Fríðu Dís og Smára Guðmundsbörn í samkomuhúsinu þar í bæ. Eiginkonur gullaldar knattspyrnumanna úr Keflavík hafa hist í tæpa hálfa öld og við heimsáttum þær í laufabrauðsgerð. Frá laufabrauðskonum förum við yfir í ferðaþjónustuna, en hann Atli S. Kristjánsson, markaðssamskiptastjóri Bláa Lónsins, var kjörinn mentor ársins nýlega. Við áttum skemmtilegt spjall við hann ferðaþjónustu á fleygiferð. En við hefjum leikinn í Sandgerði, hér er Klassart, gjörðu svo vel. Systkinin Fríða Dís og Smári Guðmundsbörn mynda hljómsveitina Klassart, en þau hafa starfað saman frá árinu 2004. Smári náði þá að plata litlu systir sína með sér í smá gigg á veitingastaðnum Mamma Mia í Sandgerði með nokkra tíma fyrirvara og hafa þau komið fram við hinn ýmsu tilefni frá þeim degi. Hljómsveitin fagnar 10 ára útgáfuafmæli fyrstu plötuna sinnar, Bottle of Blues í ár, en platan hlaut einróma lof gagnrýnenda þegar hún kom út árið 2007. Víkurfréttir hittu þau Fríðu Dís og Smára í samkomuhúsinu í Sandgerði þar sem að Smári starfar ekki hljóðver. Hvernig var Klassart til? Ég var að brasa eitthvað við að semja tónlist og að syngja hana sjálfur. Það gekk ekki alveg nógu vel, Ég var svona að semja og var að syngja en ég vissi að Fríða, hún byrjuð svona að syngja heima og var með svona fínu rödd, Þannig ég prófaði hana aðeins á nokkru lögum og það einhvern veginn bara smellpassaði, Ég man að það voru aftanfestival tónleikar sem voru haldnir á Mamma Mia hérna í Sandgerði 2004 og ég man að, ég veit ekki hvort að þú hefur verið í skólanum, komst heim klukkan 4 og tónleikarnir voru klukkan 8 og þú sagðir, heyrðu Fríða, hérna væri nokkuð til að pröfa að syngja eitt lag með mér í kvöld. Hvað ertu gömul það? Ég hef verið 16 eða 17. Og það var kannski bara fínt að ég fekk ekki meiri umhugsunarfrestir að segja nei eða einhvað að ég hefði kannski ekki sofið daginn áður. Stóri bróðir bara, já, nú kemur þú og syngur hérna með mér í kvöld. Og já, það lukkaðist bara svona ótrúlega vel og það var einmitt þetta lag, Bottle of Blues, sem ég söng. Verið að spila saman. Það var lag sem við sendum inn í blues-lagakeppni síðan og sem við unnum 2006. Rástvö, já. Sem var til þess að við ákveðum að kýla á plötu, Það var Bottle of Blues. Hvernig fór vinnan með fyrstu plötuna fram? Kitty Hjálmur, hann svona tók okkur eiginlega að sér, Hann heyrði demóin og heyrði okkur útvarpinu svoleiðis og hann sagði að við værum með eitthvað, Hann er glöggur á svoleiðis og sagði að Fríða væri með röddina, sem væri hægt að vinna með. Svo hann tók okkur að sér í stúdíóið og kallaði á stráka til að vinna með okkur, meðal annars Sigga Hjálm og Gumma B og einhverja stráka, einhverja svona, sem kunni aðeins að spila. Svolítið sjá þær í bransanum. Og síðan bara töldum við í við svona röndum bara dálítið blind í sjónveginn, Við vorum með einhver 10 lög og síðan bara töldum við bara í og hefnaði svona svakalega, Það var einhvern veginn svo góður andi yfir þessu. Ég man reyndar hann var nýbúinn að selja húsið mitt þegar ég var að taka upp þessa plötu og átti hvergi heima og ég svaf í bílnum fyrir utan geimstinn nokkra næturna þegar við vorum að vinna langt frameftir og hann KK var að taka upp á sama tíma bluesplötuna sína og í einu laginu á þessar plötu þá vitnar hann sefur í bílnum og ég vil taka það svona að vera að vinna í mig á þessum tíma. Hefur samstarfið alltaf gengið vel hjá okkur systkinunum? Ég var að segja já eða? Já og jú, hún Fríða er náttúrulega svo yndisleg stelpa. Ég hef alveg tekið dýfur og farið upp og niður, Hún hefur alltaf staðið með stóra bróður, og við erum eins og stið það, En svona í gegnum árin þá hefur þetta bara verið ansi gott, Já, ég myndi segja það. Við erum ótrúlega tengd. Sem þá kostur væntanlega í samstarfi, ekki satt? Jú, já. Við vitum oftast hvað við viljum
gera sko og þurfum oftast ekki að tala saman og svoleiðis hvert ég setja læta hann kannski að fá lag eitthvað svoleiðis og hún veit alveg nákvæmlega hvað textin á að vera sko og textin kemur tilbaka og ég maður bara veitu hvað þetta að lesa hugsunum mína Já, það er svolítið þannig. Og hvað hafi verið að gera núna undanfarin ár sem klassast? Við höfum verið bæði í þessu tónlistarlífi að halda tónleika það sem við erum að spila okkur tónlist og svona kannski með stærra bandi en svo hefur líka mikið verið að koma saman bara tvö svona kjarnina hérna að spila koktelbóðum og veist brúðkaupum og svo leys svona tilefnum sem mjög fínt sko, það gaman að vera í svona samkomum sko þar sem þetta og þetta styrkir líka ótrúlega böndin að hérna spila svona mikið saman við ólík tilefni líka þá svona þéttir mann. Hvernig á æfingarnar verið fyrir tónleikana núna? Það hefur verið mjög góðar. Já, alveg yndislega sko. Við erum alveg 7-8 núna. Já, 7. Það er svona smá batteri að koma öllum saman á sama tíma, á sama stað. En þegar það gerist þá rennur þetta ansi ljúft sko. Já, þetta er líka svona svolítið eins og maður sé að ferðast aftur í tíman. Að spila þessi lög og rifja upp tilfinningarnar á bakvið þau og þetta er búið að vera skemmtilegt til mig. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Keflvíkingar áttu gullaldarlið í knattspyrnu á síðustu öld en þeir urðu Íslandsmeistarar 4 sinnum á árunum 1964 til 1973 og bikarmeistarar 1975. Þessir gullaldar drengir settu svip sinn á bæjarlífið í Keflavík og á þessum tíma snerist nær allt fótbolta. En þessir gulldrengir eignuðust góðar eiginkonur og þær fylgdu þeim í margar utanlandsferðir þegar Keflavíkurliðið var að toppa allt í þátttöku í Evrópukeppnum en liðið lék á móti risaliðum þess tíma eins og Everton og Tottenham í enska boltanum og Real Madrid á Spáni. Í þessum ferðum var til saumaklúbbur sem enn við lýði. Þær skvísur hittast reglulega ennþá og eitt af því sem þær gera að útbúa laufabrauð fyrir jólin. Við hjá sjónvarpi Víkurfrétta fengum að kíkja í laufabrauðsgerðina sem var heima hjá einni þeirra. Við erum að skera út laufabrauð og erum búin að gera það í nokkur ár. Svona cirka 11 ár, við erum ekki alveg með þetta á hreinu, við erum eftir að kíkja í dagbækurnar og þetta er mjög skemmtilegt. Og er þetta fyrir ykkur, er það að selja þetta? Nei, þetta er bara fyrir okkur og við erum mjög nískar á þetta sko. Við seljum þetta ekki. Já, móðir mín frá Ólafsfirði og þetta var hefð frá henni og við erum búin að gera þetta í fjöldamörg ár. Og við erum með sérstaka uppskrift sem við setjum í kúmen, það er ekki alltaf gert. Og þykir mjög gott og svo þegar við erum búin að steikja þá setjum við pínusalt. Og það er toppurinn og gerir þetta ennþá betra. Hvaðan kemur þessi siður frá því í eldgamla daga að fólk var að gera laufabrauð? Það var náttúrulega ekki til og þetta var svona fátækarbrauð. Já. Þess vegna var þetta. Þetta verið stund og getur bara lesið hér, eða ekki? Jú. Og fátækarbrauðið, það virkar ennþá meira að segja í góðarinu 2017? Já, og bara alveg mjög vinsælt hjá okkur. Er það ekki, Sigrún? Jú, það er meira að segja búið að bjóða í þetta hjá mér. Ég kom með þau skilaboð að það væri, menn væri tilbúin til að borga vel fyrir að fá ekstra brauð. Ekstra kökur. Ekstra kökur hjá okkur. Þannig það er fyrir að finnast ekki eins góðar, En parturinn af þessu náttúrulega eitthvað smá skraut og dæmið, ekki?
Jú, það náttúrulega að skreita þetta og svo þetta bara líka samveran. Þetta gerir svo mikið fyrir okkur að vera saman. Við erum búin að vera saman í 48 ár. 48 ár? Nei, já. Síðan 1971. Já. Þá var 46 ár. 46 ár. Þá var saumaklúbburinn stofnaður út í London. Þjálfari Keflavíkurliðsins. Við vorum að spila við Tottenham. Það komið alveg. Þið eru knattspyrnu eiginkonur. Já. Það er frægastu á Suðurnesjum. Við stofnuðum saumaklúbb af því þeir voru aldrei heima. Og byrjuðum að hittast á sumrin. Fórum á alla leiki saman og skemmtum okkur mjög vel og enn fer ég á leiki. Mista æði. Við vorum í upphafi, vorum við ekki 13 stelpur eða 14? Jú. 13 eða 14. Svo hefur helstúrnast. Já. Þannig við erum búin að vera 7 í ansi mörg ár. Þannig að partur af þessu er líka bara að hittast. Já. Þið eru náttúrulega saumaklúbbur, eða ekki? Við erum saumaklúbburinn náttúrulega. Saumum við handavinna, það er alveg gert sko. Þannig að þið sleppi handavinnu þetta eina skiptið? Já, þetta er nú handavinna. Já, þetta er handavinna, það er alveg að reyna. Nei, við erum alltaf með handavinnu. Já, Magga Lilja hélt nú uppi heiðri okkar lengi vel en við erum aðeins farnar að taka í prjónana líka. Hinnar. Mér var bara mesti brandani hérna árið þegar að dóttir mín spurði mig að því okkur ég færi aldrei með saumavélina í saumaklúbbinn. Saumavélina, hvort þú væri ekki að sauma. En hvernig var í London þegar þið voru að spila mútið Tottenham? Ógleymanlegt. Algjörlega ógleymanlegt. Já. Ég mista því. Við fórum nú margar ferðir með þeim. Rosalega margar. Það var alltaf bónus á haustin og fara út með liðinu. Þegar að við fórum til London 71, þá voru þeir á öðru hóteli. Þeir máttu ekki sofa hjá konum. Og þess vegna kynntust við og fórum að ákveðum að stofna saumaklúbb. Á öðru hóteli heldur þeir voru. En hvernig finnst ykkur kökurnar sem þið kaupið í búðunum? Ekki góðar. Ekki eins góðar og þessar. Það slæri ekki þessum við. Við vitum ekki hvað það er bragðast eins og. Svo látt séum við keyptar. Ég hef aldrei keypt. Svo er eitthvað æfingar þegar þið steikið þetta ekki? Jú. Það er steikt, pressað og saltað. Og svo er þetta svona. Hvað er þetta, svo sett inn í bílskur og falið? Svo er þetta sett. Svo konfettið? Já. Í gamla daga? Það má enginn hreyfa þetta. En eru þið ekkert í smákökunum? Jú. Bara sitt hvort lagi. Já. Voru að gera sörur og eitthvað, heyrði ég áðan? Gunnar er í sörunum. Gunnar er snillingur. En eru þið ekkert að fara með, vil ekki vera með fjáröflun og svona fyrir eldri knattspyrnumenn, Keflavíkur og vera með jólamarka? Við nennum því. Þetta er alltaf erfitt. Þetta er bara argasta Við erum komin í eldri hópinn, sko. Þeir eru nú síðustu og núverandi Íslandsmeistarar. Já, Keflavíkur. Bara svo það gleymist ekki. Ekki gleyma því. Það er nú ekkert flókið. Nei. Var það ekki svolítið skemmtilegu tími? Yndislegur tími. Mikil samvera og svo gaman. Ótrúlegt félags, bara svona, það gerir ekki til. Munið eftir þegar Joe Hulli, englendingurinn kom og fór að þjálfa Keflavík og gerði það meistur 73, var snarklikkaður. Fór í fílu. Ég man líka þegar hann var með Kom ekki á lokahófið. æfingun á föstudaginn langa og sér að Björn kom niður á Malavöll og stöðvaði æfinguna. Já. Það er sögu. Æfing á föstudaginn langa. Helgispjall. Það var bannað sko en þeir ætlu nú ekkert að láta segja sér það. Ef það væri ekkert verra gert en það í heiminum, þá held ég að þetta væri bara allt í fína lagi. Það er í góðum málum. Gleymir, Sigrún, hringdu í Palla eða Hilma, hann er að taka okkur upp. Hann er að taka okkur upp. Ha savana ia tuna ye. Sendið það sagt, það bæði hægt.
Maður segir sótt. Einmitt, sótt. Þú pikkar, við pökkum, sent eða sótt. Netto.is. Atli Sigurður Kristjánsson í framlínunni hjá Bláa lóninu en hann var kjörinn mentor ársins úr stórum hópi sérfræðinga sem leiðbeina ferðaþjónustu fyrirtækjum þegar þau taka fyrstu skrefin. Við spyrjum Atla út í Startup Tourism og fleiri mál í ferðaþjónustu á fleygiferð. Atli, þetta skemmtilegt fyrir þig og til hamingju með að vera valinn mentor ársins en við ætlum að koma aðeins síðar að því í spjallinu og mig langar að spyrja þig fyrst að útskýra þess fyrir mig, hvað Startup Tourism? Já, Startup Tourism viðskiptahraðall fyrir svona frumkvöðla. Þannig að það eru margir sem sitja úti með einhverja frábæra hugmynd, einhverja tekníska lausn eða bara hugmynda afþreyingu og þá geta það sótt Startup Tourism og þar fá þeir aðgang að skrifstofum og mentorum og alls konar ráðgjöfum í ferðaþjónustu og geta þannig þróa hugmyndinni sína. Þannig að Startup Tourism ekkert annað en viðskiptahraðall fyrir nýja lausnir og afþreyingu fyrir ferðaþjónustuna. Og bakhjallarnir sem koma að þessu verkefni það sem ég starfa, Bláa lóninu. Við leggjum mikið upp úr því að rækta frumkvöðlastarfsemi á Íslandi í ferðaþjónustu og enda erum við frumkvöðlafyrirtæki sjálf og státum okkur því að vinna þannig alla daga og erum ávallt í þróun og aðrir bakhjallar til dæmis Isavia á Suðurnesjum og Vodafone og Íslandsbanki, Íslenski ferðaklasinn og svo náttúrulega aðal dæmi líka Icelandic Startup sem líka Startup Tourism partur af. Hvernig fer svo þessi vinna fram? Já, startup, það raunin þannig að segjum svo að þú verður með frábæra hugmynd í ferðaþjónustu og þá myndirðu sækjum bara á heimasíðu Startup Tourism og þar myndirðu útlista þessari hugmynd og þú ert jafnvel þá boðaður á fund hjá Startup Tourism og út frá því ertu kannski valinn og ef þú ert valinn með það eru bara 10 teymi valinn eða 10 hugmyndir og ef þú ert valinn þá hefur aðgang að þessu frábæra rými og getur þróað þína viðskiptahugmynd frá og með hraðallur byrjar í janúar, 15. janúar og heldur alveg áfram alveg að sumrinu. Þannig getur þú fókusað á þína viðskiptahugmynd og fengið aðstoð frá sérfræðingum í ferðaþjónustunni og þannig sé svolítið, hlustað á þessa diverse advocate eða fólk sem gagnrýna og leið líka til að bæta. Og það það sem við mentorarnir sem erum hluta þessu verkefni, við komum og við kannski gagnrýnum og komum með hugmyndir að bætingu og hvernig þetta virkar. Því fólk sem að koma inn í ferðaþjónustuna skilur kannski ekki alveg markaðinn og tækifærin sem í boði. En það kannski leynir á frábæri hugmynd og það þess vegna Startup Tourism svona frábært fyrir frumkvöðla því að þetta fáið bara aðgang að öll. Þetta svakalegur aðgangur og svaka startup sem þeir fá, við notum það orð. Ótrúlegt þetta alveg magnað að sé til. Þetta bara, og Ísland hefur svo lítið land og maður verið að hlusta á hugmyndir núna 2 ár og það ótrúlegt hvað mikið hugmyndum til og þó að sum fyrirtæki komast ekki inn þá heldur fólk áfram og kemur ekki sín á næsta ári og þessi dæmi, til dæmis ein sem var í fréttunum núna mikið í sumar var eitt dæmi sem var til dæmis í Startup Tourism síðast var The Cave People og þeir breyttu Laugarvatnshella breyttu því bara í hellinum eins og hann var í gamla daga. En The Cave People út af það að þetta síðasti hellin sem fólk bjó og þetta frægi hellar og þeir breyttu hellinum í hús, sem maður segja. Fólk getur komið hana, ferðamenn og við Íslendingar getur komið og sé hvernig það var, en þeir byggja þetta alveg eins og þetta var. Og þeir voru þarna og fengu hugmyndir og ráðgjöf hvernig eiga að gera þetta og hitt og eru í dag bara blómstrandi business, sem bara frábært. Þannig að fólk leynir á hugmyndin úti þá bara sækjum, ekki hika. Allir, þetta mikil viðurkenning sem hún farið sem mentor ársins. Ég var nú að skoða þennan lista.
Þú ert í ansi fallegum hópið þarna, 100 manns, þetta allt þekkt fólk í stjórnun og ferðaþjónustu á Íslandi. Já, Hamingju með það? Ég ennþá að klípa mig hvað þetta sé raunverulegt sko, en já, og það það sem að sko, þetta maður hálf orðlaus ennþá eiginlega átti að sjá sig. Þetta mér finnst þetta eins og afi sagði sem með blómabílinn í staðbánum, sko, rósi manns besta meðal og mann líður rosa vel að fá svona viðurkenningu og staðfestingu á því að maður segja eitthvað viti, eins og maður segja. En það líka bara, maður alveg þannig kannski bara í Bláa lóninu að við erum frumkvöðlar og við erum líka ákveðna fyrirmyndir og við leggjum mikið upp úr því að bara hjálpa öðrum startup-fyrirtækjum. Og ég sjálfur bara legg mikið metnað í það sem ég geri og það kannski skilur sig bara svona, en þetta alveg ótrúlegt, ég rosa ánægður. Eitthvað sérstakt sem að þú varst að segja til hinn ýmsu mál, eitthvað eitt eða tvennt sem að efst á listanum hjá þér sem að þú ert að segja frumkvöðlum í ferðaþjónustu Já, auðvitað það sem kannski lykilatriði í þessu að fólk nái yfirsýn og mörgum finnst markaðssetning vera rosa flókin og rosa svona hnútur sko. Það sem að ég segi við teiminn ég gef bara svona ákveðin yfirsýn yfir hvað þarf að gera og hvernig virkar þetta. Þannig að fólk sjá, já ok, heyrðu, hérna ég með vörumerki eða fyrirtæki og þetta sem bara skrefin og þetta sem leiðin sem í boði. Við byrjum á að það þarf að teikna, það þarf að vera vörumerki, það þarf að vera eitthvað strategía og svo þarf að hugsa allir hvernig ætla ég að eiga samtali við hugsanlega gesti eða viðskiptavini gegnum þessa strategíu. Og þá ætlum við koma boðleiðarinn, eins og samfélagsmiðlar, eða prenti eða hvaða miðlar sem myndi henta ákveðnu fyrirtæki. Það sem er mikilvægt að fyrirtæki skilji að þessi startup-fyrirtæki, það þarf ekki að vera allstaðar. Það þarf ekki að vera öllum samfélagsmiðlum, að bara velja það sem hentar hverjum einum og fjárfesta bara í tíma það sem er svolítið bara að vera rækt á þann miðl og það sem markhópurinn Það skiptir máli náttúrulega, hluta strategíu náttúrulega markhópavinnan og annað slíkt. Þannig að þetta basically það sem ég að reyna að segja við startup-fyrirtækin bara hvernig á hann á yfirsýn. Og leiðu búin á yfirsýninni, þá getur svolítið bara, já ok, þetta vil ég gera. Þannig að það skiptir lykilatriði að ná því. Hvað getur þú sagt okkur Atli þessa mögnuðu áframhaldandi uppbyggingu í Bláa lóninu með hótelinu? Það hefur náttúrulega verið talað það að það hefur vantað á Íslandi einhverja meiri upplifun fyrir okkar gesti, Íslands gesti, sem að eiga kannski meiri peninga heldur en aðrir. Það hefur verið talað að það vanti meira 5-stjörnu afþreyingu. Þetta svona svolítið hluta því? Já, við erum ekki að hluta að mæta þeim þörfum þessum efnameiri og það náttúrulega og við erum að alveg miðað við það að sjálfsögðu að þetta sé svolítið fólk gera ráð fyrir að sé framúrskarandi þjónusta, að þetta sé allt framúrskarandi. Enda leggjum við mikið upp á því að bjóða framúrskarandi vörur og upplifun í lóninu. Og það mun halda áfara svo bara í nýju upplifunarsvæðinu. Þannig að þetta verður svona, hvað maður segja, þetta verður upplifun sem fólk gleymir ekki auðvitað. Þetta verður alveg frábært. En þetta verður líka möguleiki fyrir okkur heimamenn að koma eða Íslendinga almennt að ef fólk vil gera vel við sig, það er að vera brúðkaup eða afmæli og annað, þá er hérna tilvalið að koma og... Já, þetta er náttúrulega þetta er allt öðru sem við erum vön og svo líka bara, þetta með líka, ekki bara bæta upplifun ferðamanna og upplifun Íslendinga heldur líka bara þetta auka atvinnu, þetta er betur mikið störfum sem þar fara inn og þannig að þetta verður alveg, og því tengdu náttúrulega mikil þjálfun. Það er ekkert sjálfgefið að opna svona nema að vera með flott starfsfólk og það er nóg af því á Suðurnesjum. Þannig að við erum mikið smá stolt af því að vera með svona flott heimi frá Suðurnesjum hjá okkur í lóninu. Hverju svarar því þegar ég spyrði möguleika Suðurnesja og Reykjanesins svona í ferðaþjónustunni? Hefur þú tekið það út fyrir okkur? Já, ég held að það er framtíð. Ég lít ekki smá björtum augum á
sem dæmi bara Reykjanes UNESCO Geopark. Ég meina, þetta er jarðvangurinn og þetta er alveg ótrúlegt að hérna handan við hurðina okkar hérna er bara UNESCO garður og það er ekki sjálfgefið og ég held að sú vinna sé að skila sér og muni skila sér margfalt í framtíðinni. Við erum með Bláa lónið, við erum með Gunnuhver, Reykjanesvita sem er elsti vit á landinu, við erum með nýju uppbyggingar hérna á kringum kann segja því Ósabotnana og svo frábæra upplifun í Garð og Sandgerði. Þetta er rosa flottur skagi, Reykjanes þetta er rosa flott og ég held að það muni aðeins aukast hér og ég held að við þurfum að bara fjárfesta ennþá meira í markaðssetningu sunnafrá sem ég tel nú þegar verið byrjuð. Bara takk fyrir spjalli. Sömuleiðis, takk fyrir. Jólalukkan 2017. 6.000 vinningar að verðmæti 7 milljóna króna. Það getur fylgt því mikil lukka að gera jólainkaupin á Suðurnesjum. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið þá minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt fréttablað sem dreift öll Suðurnes á miðvikudögum og fimmtudögum. Fréttavefinn okkar www.f.is sem flytur fréttir af Suðurnesjum alla daga vikunar og fyrir golfáhuga fólk er það kilvingur.is með allar golffréttirnar. Já, Rannveig, það er rétt. Við hvetjum ykkur til að benda okkur á áhugavert efni í þáttinn. Það má senda okkur póst á www hjá www.f.is. Takk fyrir okkur í þessari viku og við mætum aftur að vikuliðinni með nýja þátt sem við ætlum að sýna ykkur næsta fimmtudagskvöld. Verið sæl.